Óskar, hvað stóð á milli, hvað skipti málið þegar upp var staðið? Já, ég vil byrja því bara að óska framöðun til hamingju. Þeir eru bara með flott lið og spiluðu vel og eru komnir í höllina. Þar sem við höfum nú dálítið átt dúkinn og verið flottir. Ég held bara því miður að einfalda svarið, og tekið ekki þetta framöðun sem voru skynsamir og góður og skoruðu góð mörk og spiluðu fín. Þá fannst mér við vera dálítið bara bensinlausir í mörkum. Við erum varnarlega að fáum okkur 35 mörk og alls konar auðla dót í svona leik sem að ég held að þessi leikir og fjöldi sé bara því miður. Þetta er engin afsökun, framararnir bara voru klókari og betri, en ég fannst svona þegar þú ert komin í svona stöðu og baráttu þá fannst mér vant upp á það hjá okkur, orkustigið. Já. Það er búið að vera þannig bara í undanförnum 4-5 leikjum. Og svo náttúrulega hérna í lokin þið missið menn út af og ég lendi hérna undantölu 5-6 mínútum fyrir leikslok og fáið okkur hérna 2 mörk eftir hana opið markið og svo framvegis, þannig að þetta er allt dýrt. Já, auðvitað tæknifélagar í undantölu er svona búin að vera líka það sem að gerist þegar við erum orðnir þreyttir, sko. Þá bara tökum frábæri leikmenn sem þannig að mér finnst svona það var slæmt að missa Bjarna út úr rótöringunni hjá okkur og Agnar var frábær í dag og það komu svona mómenti fyrr og mómenti seinni. Mér fannst við bara ekki geta fylgt í eftir og kannski bara líka smá inn á mig að vera Gunnar Róberts og þessi strákar ungu hefur bara kannski þurft að koma aðeins inn í fyrri, en þetta er bikarleikur og alltaf erfitt, en að því að mér fannst bara vant upp orkustigið, það er aldrei svoleiðis, en teka ekki þetta fram með honum. Þetta er náttúrulega eðlilega mikil vonbrigði þegar Val sem eins og segist með fasta gestur í höllinni. Já, sjálfsögðu. Og höllin og Final Four er bara þetta skemmtilegasta sem handbolta þjálfarar og félög og leikmenn upplifa en við höfum náttúrulega það hefur verið ákveðin forréttindi, en við höfum verið hérna ansi oft og unnið þetta ansi oft en það er alltaf jafn leiðilegt, þetta er ömurlegt að þetta út í bikar, mjög leiðilegt. Eitt að lokum, þú nefndir Bjarna, hvernig stóð því að hann var ekki með? Hann fekk heilarhristing í hérna lokasóknina móti Stjörnunni og bara mjög slæman og átti bara ekki möguleika, sjálfsögðu höfum ekki hætt á. Það var slæmt, sérstaklega upp á róteringunum dóti og muna mikið hann í svona, á móti hörkulegin svona móti Fram, sko. Þannig að því miður. En heilsa